Heyrðu, já, velkomin í þetta podcast. Takk. Pírapinn. Pírapinn? Já. Ok, hvaðan kemur það eiginlega? Sko, það þannig að óprúttnir aðilar eiga til að segja pírapi þegar þeir eru að reyna svona að niðurlega pírata. Ok. Það þessir pírapar. Já. Og við ákveðum svolítið bara að taka þetta orð í okkar fang og og gera það að einhverju jákvæð og uppbyggilegu. Það svona endurheimt hugtaka. Við þekkjum það svolítið úr hinsegin samfélaginu. Er það ekki? Jú. Ég nefnilega komin hingað með ótrúlega góðan viðmælanda, hana Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, sem nýkjörinn formaður Samtakanum 78. Velkomin. Takk kærlega. Ég heiti sjálf Dóra Björt, ég oddviti Pírata í Reykjavík og borgarfulltrúi Pírata og einnig sem sé formaður Mannréttinda- og lýðræðisráðs Reykjavík borgar sem að fer með þessi málefni hjá borginni og því fannst mér rosalega gott tilefni hér í dag í ljósi þess að við erum að fara af stað með þetta podcast að fá þig sem jú bara mjög nýlega kjörinn. Já, akkurat. Bara mjög fresh. Já, og og mér langaði bara dálítið til þess að kynnast þér betur eða það að segja kynna þig fyrir fólki af því að mér líst vel á þig og þetta eru mikilvæg samtök og mikilvægt fyrir fólk og samfélagi að vita hver svona stendur í forsvari fyrir þessi samtök, þessi mikilvæg mannréttindasamtök. Já. Og þannig að það væri bara áhugavert að vita aðeins svona kannski þinn bakgrunn svona til að byrja með. Já, ok. Ég heiti sem sagt Þorbjörg og ég 29 ára. Ég garðbæingur og býð þar núna með konu minni og 3 ára dóttur og ég málfræðingur, búið með masterspróf í málvísindum og núna í doktorsnámi í íslenskri málfræði í BHI og hef aðalega fengist við málfræðilegt kyn í mínum rannsóknum. Já, akkurat. Sem mjög, augljóslega mjög áhugavert. Vá, æðislegt. Yes. Já, en ég, ég nýkjörinn formaður. Það var 3. mars sem að ég tók við og en ég satt í stjórn í fyrra, þannig ég var ritari samtakana áður. Já, þannig að þú ert alveg með reynslu þannig úr þessari stjórn og ekki samtökin vel og... Já, eða ég hafði þarna ár til að setja mig svolítið vel inn í hlutina, auðvitað í samt en þá að læra, en þú veist, það dálítið mikið við að mér að hlutverk einhvern veginn að vera formaður heldur en að setja í stjórn, þótt að það sé alveg mikið líka, en það svona aðeins öðruvísi líka, eðlisólíkt aðeins. Það það, og verður einhvern veginn svolítið svona, í forsvari og kemur svolítið kannski út í þetta opinbera meira en þú hefur verið áður og þarft að svara fyrir samtökin í fjölmiðlum og alls konar svoleiðis. Já, einmitt. Þannig að það spennandi og mikilvægt starf að sinna þessu og það svolítið áhugavert að heyra líka svona þínar áherslur fyrir þennan tíma sem að þú munt sinna formannsembætti. Já, ég núna það ár framundan og svona fyrsta sem við erum að gera núna bara að fylgja þessum frumvörpum sem snerta hinsegin fólk sem eru líka fyrir þinginu. Annars vegar frumvörpum að hatursorðræðu sem að við erum mikið á móti. Já. Og svo frumvarpum kynrænt sjálfræði sem við erum í grunninn rosalega ánægð með en höfum svona ýmislegt út á það að setja líka. Já, þannig að þetta er svona það sem að blasir við mér núna, svo bara endalista verkefnum sem við þurfum að ráðast í. Já. Til dæmis þurfum við að stækka félagsmiðstöðina, hinsegin félagsmiðstöð fyrir ungmenni. Já. Það mörg ærin verkefni. Já. Og þessi frumvarp sem þú nefnir, þau eru náttúrulega ekki kannski á forræði borgarinnar eða neitt tengt okkar störfum, en þetta eitthvað sem að mótar okkar störf, eða bara auðvitað samfélagið allt. Þannig að ég væri svolítið til að svona, þú nefnir þetta með kynræna sjálfræðið, þetta eitthvað sem búið að vera undirbúningi í svolítið tíma og mér skilst að samtökin hafi svona einhverju leyti komið líka að þeim undirbúningi allavega verið haft gott samráð við samtökin við undirbúning, þannig að þetta ekki eitthvað sem að koma ykkur algjörlega ferskum eins og þið þekkið ekki til þessa máls. Nei, alls ekki. Þetta hefur verið í undirbúningi mjög lengi. Já, og einmitt mikið samráð haft við samtökin og önnur félög hinsegin fólks, Intersex Ísland og Trans Ísland og svo leis. Akkurat, þannig að ég svona hugsa, finnst þér að þið hefur svona náð inn því sem að þið lögðu mest áherslu á, eitthvað, hvað myndur þú segja að mögulega vanti ef eitthvað, eða hvað ertu sérstaklega ánægð með? Sko, ég náttúrulega mjög ánægð með það að núna þarf transfólk ekki að fá einhvers konar samþykki frá yfirvaldinu til þess að breyta kynskráningu sinni. Heldur það gefið frjálst og það skiptir bara rosalega miklu máli.
þú veist, það þurfi ekki að koma eitthvað og fara að sanna það hvað kynið og tilherir, þú veist, það er bara algjörlega óþarfi. Við bara þurfum að treysta fólki til að gera þetta sjálft. Það er auðvitað frábært og það verður líka hægt að skrá kyn sitt sem hlutlaust með þá X í vegabréfi til dæmis, sem er líka mjög mikilvægt fyrir ákveðna hópa. Og líka það er, og til dæmis börn geta breytt kynskráningu sinni með samþykki foreldra og svo framvegis. Þannig að þetta er svona, og fá þá aðgangað heilbrigðisþjónustu líka. Akkurat, af því þessi hugmynd sem hefur alltaf verið svo ríkjandi að séu bara 2 kyn og við verðum bara öll að passa í þetta box og það er náttúrulega bara mjög takmarkandi af því að við erum öll á einhvers konar rófi, getur við sagt, ég veit ekki hvernig maður er að reyna að útskýra það, en það er svolítið, þetta er alltaf mjög hamlandi þetta tvíhyggjukerfi sem að við höfum einhvern veginn lifað við og gerir það auðvitað verkum að fólk sem að skilgreina sig fyrir utan er einhvern veginn bara fær ekki pláss Nei, og er svolítið þröngvað inn í kassa og það er auðvitað rosalega skaðlegt þegar það er að snúast það að gera aðgerðir á fólki án þess að það allavega velji það sjálft. Já, akkurat. Það skiptir þetta mestu máli. Algjörlega. Og í þessum drögum þá er þetta sem tryggt fyrir fullorðið fólk að það hafi vitið, þú veist, hvað er verið að gera og þessi öruggt að það sé ekki þú veist, verið að gera eitthvað svona normaliserandi aðgerðir eins og við kallum það. En er bara verið að tryggja þetta fyrir fullorðið fólk? Já. Eins og drögin komi allavega inn á samráðsgáttina, þetta liggur inn í á þingflokkum núna, ég veit ekki, ég held að þetta hafi ekki komið inn. Það ákveði sem að við viljum að sé þarna inni, það er sem sagt bann við svona og afturkræfum skurðagerðum á börnum. Oftast á mjög litlum börnum. Já, og því að maður veitu þetta ekkert hvaða kyn þetta barn í raun verður. Nei, maður getur ekki... Það getur verið í tengslu við það sjálft og tjáða sjálft. Nei, akkurat, það eru auðvitað bæði það. Þessi spurning með kynvitund og hver kynvitund barnsins er og allt svoleiðis að læknar og foreldrar ákveði ekki á grundvelli kannski svona einhverja vísbendinga. Þú veist, það þarf ekki, svo getur verið, stundum er það þannig að það er bara nánast tappa-glappa hvort kyn er valið. Að þá er það spurning þessa kynvitund að við séum ekki taka eitthvað val sem að síðan kemur ljósa var ránt sem að kemur upp. Þekkir þú til slíkum? Já, ég hef heyrt af slíkum dæmum, bara hér á Íslandi. En sko svo eru þetta líka bara þú veist, ónauðsynlega skurðaðgerðir. Viljum við í alvörunni vera að setja láta börn gangi gegnum það á grundvelli einhverja svona, þú veist, einhverja félagslega hugmynda það hvernig konur er að líta út, hvernig kallar er að líta út og þú veist, ef það eru ekki þannig að það sem í raun og veru okkar krafa er svo að þarna, þú veist, að þetta verði bannað, þessar aðgerðir að þær geti beðið, að þeim sé sko fresta þanga til að barni geti tekið ákvörðun það sjálft. Og bara sem lengst. Akkurat. Þannig að ég veit ekki eitthvað sem þarf virkilega að taka á og bara reynilega lífsnauðsynlegt að þá eitthvað sem bara virkilega þarf að gera þá megi það bíða. Akkurat, og þetta náði ekki inn í allavega fyrstu drög. Nei. En þekkir til svona ástæðina þar að baki? Hvaða sjónarmið þar að baki? Nei, sko ég ávona á því að stjórnvöld hafi viljað komast hjá svona því að þetta yrði umdeilt. Að því raun og veru er þetta ákvæði kannski það sem að gæti orðið svona þrætuepli. Þú veist, læknar er ekki endilega sammála, þú veist, það getur verið aðra hópar sem er ekki sammála því að banna svona aðgerðir og svona inngrip og eftirkræfin í líkamann barna. Þannig að ég held að það hafi sé svona kannski ástæðan og ég vona, þú veist, það ánáttúrulega að setja á fót þarna nefnd sem á að fara yfir þessi mál. Það sem við gagnrýndum í okkar umsögn inn á samráðsgáttinni var það að það þyrfti að setja einhvern endapunkt á þá vinnu. Þannig að það væri allavega sko, minnstakosti meðan þessi nefnd væri að störfum að, þú veist, að það væri þá einhver endapunktur og við sæjum þá fram á niðurstöðu sem allra fyrst. Því það verið að gera þess aðgerð núna, þú veist. En það sem ég hef líka verið að segja er að ég vil að, þú veist, að þessum aðgerðum verið hætt á meðan samráðshópurinn er að störfum, sko. Þú veist, að leyfa börnunum bara að njóta vafans
og hætta þess á meðan og þá kannski líka pressa á hennan hópa klára sína vinnu eða þess að nefnd þar sem. Já, akkurat, af því það einhvern veginn búið að koma fram með fyrstu drög en svo þessi nefndar störfum þannig að það svolítið kannski erfitt að vera alveg grjótharðar á móti þessu ef þetta gæti svo auðveldlega að tekja einhverjum breytingum. Já, eða það í raun og veru þá myndi þetta frumvarp með öllum þeim frábæri breytingum sem eru í því fara væntanlega, ég trúi ekki öðrun að það myndi fljúga í gegn þetta með kynskráninguna og allt svo leys með umræðinu í samfélaginu og ég hef allan ekki heyrt neitt tala gegn því þá myndi það fljúga í gegn og síðan þessi nefnd sett á fótinn líka þannig að Akkurat, já, innmitt en þetta allavega rétt skref alveg klárlega. Við erum að fara í rétta átt, þú veist, einmitt, bara ekki eins rætt og við höfum kannski viljað. Nei, akkurat. Og þess vegna erum við auðvitað gagnrýna. Já, og það er eitthvað hlutverk. Að sjálfsögðu. Það er eitthvað hlutverk sem grasrótar samtöka að draga alltaf, svona hinnar íhaldssömu stofnunir í rétta átt og það er ekki það að fólki er síðan íhaldsamt, það er bara einhvern veginn þannig að það er svo margir að baki og mörg öfl og margar skoðanir að þú veist mismunandi hagsmunir og maður finnur alltaf fyrir einhver svona tregðulögumáli í öllu svona en svo vill maður auðvitað ekki þú veist, missa þetta tilbaka heldur að vera ekki af þessu af því að þetta aldrei standi í fólki, þú veist, ég skil það mjög vel en þetta getur verið svo ótrúlega pirrandi. Já, það væri náttúrulega hræðilegt þú veist, ef þetta endaði þannig þú veist, að ekkert af þessu fari í gegn. Nei, akkurat. Þá viljum við náttúrulega frekar að meirihlutin fari í gegn en að hitt sé láti bíða en ég samt, ég held að við hefum alveg getað klárað þetta. Já, þessu inn líka. Ég held að við hefum getað, já. Já, mér finnst það líka svolítið undarlegt ef að einhvern veginn þetta sjónarmið er ekki fram að ganga. Mann finnst það einhvern veginn svo augljóst varðandi akkurat þetta með það að sé ekki verið að taka lítið börn og segja að þú ert stelpa eða þú ert strákur bara akkurat þetta er bara eða breyta kynfærinu þannig að þau líti út þannig að einhvern veginn innan gæsalappa eðlilegri eða þú veist og alltaf með þú veist og auðvitað eru þess að gerðar með hag bassins í huga þú veist við ætlum ekki læknum eða foreldrum ekki það þú veist að þau séu vísvitundar reyna að skaða barnið sitt. Nei, akkurat. En við bara lítum svo og það réttlæti ekki skurðaðgerðir. Nei, af því að þú veist einmitt, þetta er svona þetta er líklega stelpa en hún er kannski með bæði kynfæri og fær það að breyta einmitt, þetta er bara akkurat, nei, mjög góð punktur. Ég að vona að þið eigið erindi sem erfiði. Já, það kemur í ljós. Erindi sem erfiði. Já, ég vona, það væri náttúrulega draumur ef þetta kæmi inn og þetta flýi bara allt saman í gegn. Já. Og þú veist, og líka eins og núna Evrópuþingi var að gefa út ályktun þar sem að, þú veist, ég beint til aðildarríkjana að skapa löggjöf að búa til lög sem að venda intersex fólk fyrir þessum normaliserandi aðgerðum þannig að þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona eitthvað stórkostlegt sem að við erum að gera heldur er þetta svona trendið alls þar í Evrópu. Já, og þetta er bara svona alþjóðlegt og já, ok, en það er samt gott að við erum að bregðast við því af því að við höfum nú ekki alltaf brugðist við þegar svona hlutum er beint til okkar. Nei. Og við erum svolítið svona gjörn á það að vera lengi að taka upp Evrópulöggjöf og sérstaklega einmitt, það kemur að svona líka og það er allavega gott, það er eitthvað að gerast en það er mjög gott að hafa eina málfræðing sem getur einmitt sagt mér þegar ég fer að rugla því að stundum kemur norðmaðurinn í mér upp af því ég bjó svo lengi í Noregi að ég verði svona býtum við eitthvað íslensk hugtök, guðmengóðu, hvernig þetta er Ég reyndar að upplega þetta sjálf þegar ég bjó bæði í Danmörku þegar ég var lengur svo þegar ég var í mastersnámi, ég var í Hollandi kom heim aftur og ég einhvern veginn áttaði mig bara á því að ég var ekki með þú veist, ég kom ekki svona orðtökum út úr mér eðlilega, þú veist, ég bara gat ekki það tók nokkra mánuði ég þurfti ég sé að stendur endurreisum Íslandi, ég þurfti svolítið að endurreisa íslenskuna hjá mér maður verður alveg rugglaður, ég veit það og nú er alveg komin svolítið tími síðan ég kom tilbaka en samt þá einhvern veginn er ennþá gött með við hvað ég var alltaf með þetta að reyna akkurat en það er skaman, en svona, talandi tungumál og hvernig þú veist, það þarf einhvern veginn að þróast til þess að við gerum ráð fyrir öllum kynjum
og það hefur svo sem, þú veist, við höfum auðvitað orðið hán núna sem við getum notað og það er alveg mikið gleðiefni að það er allavega til eitthvað orð sem við getum notað, það sé ekki þannig að sko tungumálið hamli okkur í þegar að koma til móts við mismunandi hópa en svona þetta er allavega einn þróun sem átti þetta sem átti svolítið svona byrjaði kannski á Norðurlöndunum, ég man allavega eftir þessu í Svíþjóð og svo fór þetta að dreifast sko. En svona, en ertu með fleiri, þú veist, þetta mikið í notkun? Erum við að koma mikið til móts við þessa hópa þegar kemur að tungumálum? Man er ekki með tamt endilega að nota hán þó að sé að koma meira og meira? Nei, akkurat, hán náttúrulega þetta er persónufornafn og fornöfn eru svona svokölluð kerfisorð. Þannig að þú veist, við tökum ekki svo glatt inn ný orð í þessa flokka. Kerfisorðið eru, þú veist, það getur líka verið svo samtenginga bara og eða við þurfum kannski ekki að fara djúpt í það. En þetta eru svona orð að því til dæmis er svo nafnorð. Við getum bættu endalaust af nafnorðum og það er það sem við höfum líka verið að gera með hinsegin orðaforða. Við erum alltaf að bæta við nýjum hugtökum og það er ekkert mál. Maður lærir það bara og þú veist, og svo getur maður nota og svo framvegis. Kerfisorðin er einhvern veginn innbyggðari bara í, þú veist, bara setningafræðina í, þú veist, þessar svona í raun og veru kannski meira inn í strúktúr setningana heldur en inntakinu skilur hvað við, þetta er svona meira kerfislegt en þannig að það er alltaf erfitt en persónufornöfn eru samt þannig að þau hafa eru svona merkingalegri heldur en mörg önnur kerfisorð þannig að þú veist, það er ekkert óhugsandi að bæta við nýju persónufornöfni það sem að ég held að flestir sko ef fólk leggur sér fram þá getur það nota hán og nota rétta beyginga með og það er, þú veist, það er sérst hvorugkyns beygingar. Það reynist fólki samt stundum erfitt af því að fólki líður svolítið eins og að sé að tala jafnvel niður til fólks með því að nota þessar hvorugkyns beygingar. Hvernig þá? Að vegna þess að við notum hvorugkyn nánast aldrei fólk. En svo, það er meira bara svona heilt yfir. Þannig að hvorugkynni hefur svona vekur upp hugrenningatengsl við, þú veist, bara dauða hluti eða, þú veist, og svo framvegis. En auðvitað er þetta, þú veist, eins og þetta er svona þá, sérst að nota hán og svo hvorugkynsbeygingar, það er það sem að kynsegin fólk til dæmis hefur kallað eftir. Og við bara gerum bara eins og þau vilja. Það er bara svoleiðis. Þetta er bara svona eins og maður, ef ég vil ekki láta kalla mig Toppu, og fólk bara virðir það. Það var það þitt val. Já, það bara, þú veist, ég vil ekki láta kalla mig Toppu, alltaf leið. Já, akkurat. Og það er einhvern veginn svolítið svona mikilvægt prinsip að þetta sé einmitt ákvörðin hvers og eins. Þú veist, eins og með þetta með kynræna sjálfræði og bara svona umræðina að við erum svo gjörn einhvern veginn að reyna bara að búa til kerfi sem að við bara skiljum og þetta er bara svona og þetta er svona og þetta er bara einfalt og við viljum bara einfalt svör og þetta á bara ekkert að vera flókið og þannig að það fer, þú veist, sem finnst það erfitt þegar að vera að tala um að það er svo mörg kyn og svo nota maður kannski vitlausan orðaforða og segir eitthvað sem er efnislega ekki rétt eða kallar fólk einhverju röngu og þú veist, sumir vilja meina að þetta sé svo flókið allt. Já, og maður fer alveg í kleinu. Þetta er nýðurlægandi fyrir mannski sem er vön að hafa allt á hreinu. Það er erfitt að missa einhvern veginn stjórnina pínu eða finnast maður einhvern veginn ekki okkur að hafa vald á í raun og veru tæki sem að við höfum öll fullkomi vald á, það er að segja tungumálinu. Þú veist, allir Íslendingar og tala íslensku vel þú veist, og fullkomlega í raun, þú veist, þótt að kannski einhverjir kennarar vilja segja að mannum að tala eitthvað málfræðilega vitlaust eða eitthvað svoleiðis, málfræðingar eru ekki endilega þeirri skoðun en heldur það er önnur umræða þannig að það er óslega óþægilegt einhvern veginn, eitthvað sem er svo eðlislegt og, svo, og kemur bara hjá manni að maður þurfi allt í einu að fara að stoppa sig af stoppa hugan og hugsa, hvernig get ég orða þetta til þess að þú veist, sýna fólki virðingu en ég held að það tekur bara pínu tíma veist, mér veist ég verið að koma aðeins á þann stað veist, ég þarf ekki að hugsa eins rosalega mikið og ég þurfti veist, þetta verður svona veist, þetta vírast rétt eftir ákveðin tíma og síðan líka bara maður gerir mistök leiðir þetta sig heldur áfram beðst afsökunar svo brundir og reynir bara betur næst reynir að gera betur næst en þú veist ég held bara það sem ég hef verið að segja svolítið líka er, þú veist, ég vil alls ekki að fólk hætti að tala
hinsegin fólk eða hætt að tala hinsegin málefni af því það svo hrætt við það, að mikilvæg punktur. Já, þú veist, við vitum alveg að þetta pínuflókið og lærdómsferli. Já, en samt sko, þú veist, það að reyna að bera virðingu fyrir fólki, það ekkert flókið. Nei. Þú veist, og það sést alveg hverjir að gera það og hverjir ekki. Já, og hvaðan þetta kemur, þú veist, og sért með þessa auðmýkt kannski og virðingu. Já, og sért tilbúin til að leggja eitthvað pínu á þig, þú veist, og reynir það. Já. Þótt að takist ekki alltaf. Já, í staðin fyrir bara að segja nei, ég ætla ekki að reyna einu sinni, þá ertu allavega... Já, þá ertu náttúrulega strax búin að taka það ástöðu, þú veist að þér sé alveg sama. Já. En Akkurat. Já, einmitt, góða punktur, já. Nei, af því að þú veist, ég svona, þetta er nefnilega svolítið áhugavert hvernig við erum að þróast og hvernig svona meðvitund okkar öll þessi málefni að þróast og það að verða allavega tiltölulega samfélagslega meðtekið að kynin séu allavega fleiri en 2 sem allavega hreyfing á við hvernig þetta var lengi vel og en það auðvitað þannig að stofnanir samfélagsins þróast kannski ekki jafn hratt og svona normin í okkar samfélag og svona okkar vitund og hvernig við fungerum, þú veist, það bara sumt bara nelt inn í einhver kerfi sem bara dálítið læst og það tekur bara ofsalega mikið vesen að breyta þeim, sumt jafnvel fest inn í bara hús bara, bara steinsteipu þú veist, við sjáum það til dæmis að það eitt sem ég hef verið að skoða mikið í borginni sem að snýr að sundlaugum og aðgengi kynjana að sundlaugum og það þetta flókið mál vegna þess að þetta bara fest í steinsteipu hvernig þessu háttað það bara gert ráð fyrir 2 kynjum og það bara kall og það kona og þetta ekkert flókið og af hverju erum við að breyta þessu þegar húsi getur ekki breyst með það bara ansi mikið vesen þannig að það hefur verið þetta maður alltaf að feta sig í einhverja átt þó og það það allavega meðvitund það þarf að gera eitthvað og það búið að bæta við sem sé auka klefa sem að snýra því að allavega fatlað fólk sem að til dæmis sem að aðstoðar fólk með sér geti þó farið í þann klefa með mannesku þá af öðru kyni sem svo að þetta sé kona og kall geta þó farið þangað saman á þess að sé vandamál og lengi vel voru þessir klefar hugsaðir líka fyrir transfólk eða fólk sem að skilgreina sig ekki af hinum kynjunum en það hefur þá komið upp svo krafa að það auðvitað fullt af transfólk sem vill ekkert endilega fara í sérstaklega klefi menn bara transkona bara kona, transkarl bara karl og skiljanlega vilja bara fara í sinn klefa með sínu kyni en það hefur, þannig að það svona þú veist, þessi umræða alltaf að þróast og kröfurnar þróast með. Já, alveg klálega og þú veist, það bara það mjög mikilvægt eins og á svona sundstöðum þú veist, að það sé aðgengi að þessum svona sérklefum sama hvort að, þú veist, svo getur það líka verið það getur verið ýmislegt annað þú veist, þú getur verið líka fjölskyldu fólki líka að nýta sér þetta já, akkurat og það sem kannski bara mikilvægast einmitt að fólk geti komið á sundstæði beðið sérklefa og sé ekki spurt býtu fyrir ekki akkurat þú að fara sérklefa akkurat þú veist, áttu þá að fara að útskýra fyrir viðkomandi einhverju ókunnir mannesku þú veist hvernig, bara, kemur þér ekki við nei, nákvæmlega, bara kemur nákvæmlega ekki neitt við en og það þú veist, eins og til dæmis ég veit að Trans Ísland með á heimasíðinu sinni núna lista yfir sundstæði þar sem tekir vel á móti transfólki og þar sem fólk getur bara beðið lykil og fengið sérklefa, þú veist. Já, á þess að sé spurt. Já, og þetta alveg, þú veist, þetta svona, hvað ég segja, þetta svo mikil hindrun, þú veist, að, ok, mér langar að fara í sund, þarf ég að útskýra kynvitund mína í þaula fyrir einhverju ókunniri mannesku áður en ég fæ að fara onni eða þú veist, eða fer ég í klefa þú veist, sem að samræmist minni kynvitund og verð ég rekin upp úr eða þú veist, allt þetta sko og þetta kemur auðvitað líka inn á bara, þú veist, hreinlega kynjaskipt klósett akkurat, veist, sem önnur og tengd umræða önnur og mjög tengd umræða vegna þess að það akkurat nákvæmlega þetta þú veist, kynin 2 stóru sett í sikkvoran básinn eða sittkvort rýmið og það bara rosalega, þú veist, ég held að þetta gagnast ekki bara transfólki, þetta gagnast öllum sem að hafa svona óhefbundna kynntjáningu eða ekki óhefbundna en þú veist, kynntjáningu sem kannski skarast svona á við þessar svona fyrirfram gegnum hugmyndir það hvernig, þú veist, konur lít út, hvernig kallar lít út allt þetta
að fólk sé ekki upplifa óþægindi kannski. Já, þú veist, maður alveg heyrt af til dæmis bara mjög búts lesbíum sem fara inn á kvennaklósett og verða fyrir aðkasti eða þú veist, femhommum eða þú veist, hverjum sem allir einhvern veginn sem skera þessu úr og þetta eru þar sem að það svona eitthvað svona gender policing sko, þú veist, þessi rými, þú veist, það sem að fólk alveg bara byrju, nei, kalla mig ekki vera hér, nei, konu mig ekki vera hér, þú veist, það eru rými að sem að hinsegin fólk verður gjarnan fyrir aðkasti og jafnvel bara líka ofbeldi. Akkurat, það nefnilega rosalegt mál og maður einhvern veginn, ég finn líka, nú ég svo meðvitað maður einhvern veginn í staðin fyrir að segja sko, þú veist hvað þetta svo kynjað mál íslenskan, ég bara segja ég ætla ekki að fara nánar út í það. Þú getur notað mann, ég sé það mikið notað. Já, eða bara kona. Þetta líka maður líka töku, sko, bara töku úr dönsku. Menn þú veist, að gera þetta, þú veist, þetta ekki orðið maður. Nei, þetta enn í rauninni, menn þýr enn. Já, nei, það reyndar mann, sko. Mann sýr, akkurat, það svona, það er bara ég og mig pínu, akkurat. Ég var bara meðvitað það þegar vorum að ræða þetta er svo áhægt. Það er sama, það er líka kerfisorð, það er aðeins. Já, akkurat, þetta er flókið, sko, en ég er svona sem við salefnin, við nefnilega eitt af því fyrsta sem við gerðum í mannrétti og lýðræðisráði eftir að nýr meirihluti tók við og ný borgarstjórn tók við núna í vor þá ákváðum við sem sé að gera salernin í stjórnsýslu húsnæði Reykjavíkurborgar og kyngreint. Það er að segja í Höfðatorgi, upp á Höfðatorgi og svo í Ráðhúsinu. Nema hvað, þetta var ekki svo einfalt mál vegna þess að leið við vorum búin að ákveða þetta þá við vildum sjálfsög bara ákveða þetta við vildum sína þennan pólitíska vilja, þú veist, þannig að það var náttúrulega aðalmáli og við vissum að það væri þetta reglugerð þetta sem væri tengt þessu, nema hvað að það er líka kveða að sé hægt að fá undan þá alls konar svoleiðis, þannig að við ætlum bara að láta þetta reyna. Og það var farið að tala um þetta í fjölmiðlum bara þetta má ekki því að það var sem sagt reglugerð sem að kveður það eigi að vera lágmarks fjöldi salerna fyrir hvort kyn sem er náttúrulega fest í einhverjar reglugerð frá, ég held að sé 90 eitthvað, sko, orðið ansi outdated og svo fyndi hvað svona hugmyndir og situr bara eftir og bara það var stjórn okkur í dag þótt að öllum finnist þetta algjörlega galið, sko. En allavega það er þannig að það eru ákveðnar takmarkanir fyrir það þarf að vera sérstakt salerni fyrir hvort kyn og við erum búin að vera bara lengi í ferli með því að skoða það hvort að við getum sérstakt fengið undan þá frá þessu til þess að gera þessi salerni ókyngreind og það var bara klárast núna á síðasta fundi mannrétti og lýðræðisráðs og við fengum aðila frá vinnueftirlitinu til okkar sem að útskýrði sérstakt bréf sem okkur barst sem að við vorum greinilega búin að miskilja sem að útskýrði það þá þannig að þetta væri allt í góðu lagi hjá okkur því að við erum með sérstakt aðskilda bása aðskilin salerni þannig að það sjálfur sér skiptir ekki máli hvernig þau eru merkt svo lengi sem að þau séu aðskilin og það sé nægur fjöldi fyrir hvert kyn. Þú veist, þetta er svo tæknilegt og flókið að við vorum alveg bara, ég las þetta bréf sem okkur barst frá vinnueftirlitinu sem að ég las sem svo við mættum ekki gera þetta svo kemur aðili útskýrða fyrir okkur að þetta sé algjörlega í lagi vegna þess að við erum með þetta aðskilin nú þegar og að nú erum við bara aðtöga hvort að fjöldin sé ekki örugglega í takt við fjölda kynjana eins og þetta er í dag þannig að við virðumst allavega að vera að fá það í gegn að við getum gert þessi salerni ókyngreind eftir marga mánuði eftir 8 mánuði eða hvað það þarf að vera svolítið dedication þannig að svona lítil breyting eftir svona einhverju, tekur samt þennan tíma sko. Vegna þess að þú veist maður þarf að fylgja öllum lögum og reglum og uppfylla alls konar ákvæði og tryggja það því að þetta er líka mikilvægt að við gerum ekki að vera svo afturreka með þetta því að það getur orðið líka óþægilegt fyrir fólk og allt þetta sko. Og á sama fundi ákvæðu við sem sé að við ætluðum að hefja samtal við tengda grasrótarhópa eins og Trans Ísland og samtökinu það hvernig við getum aukið aðgengi allra kynja að þjónustu borgarinnar og þjónustu húsnæði eins og þannig erum við náttúrulega að gera það á sinn hátt fyrir fólk sem að vinnur hjá borgin en svo líka það að skoða þá hvernig sundlaugarnar eru til dæmis skipulaðar og salernismál og svoleiðis og í nýjum uppbyggingum og þetta er allt sem við þurfum að vera meðvituð af því að það er það eitt að eiga erfiðleika með að breyta því sem nú þegar en það er mikilvægt allavega að vera meðvituð líka þegar minnst að kosti að gera þetta almennilega þegar akkurat og það er svo sem við að skoða það allt
líka einmitt og öll íþróttamannurki raun að vera já, akkurat og þá það spurningin einmitt með þetta sko, jú, nú við erum komið sérst þriðja klefan í allar sundlugar nema Vesturbælaug, það sem mér skilst það að sé undirbúningi og það alveg mjög ánægilegt og gott og margt fólk sem að vil nýta sér það og mikið af transfólki sem að ánægt með það og líður best með að nýta sér þannig klefa þannig að það er frábært að hafa hann þetta eigur líka aðgengi fallars fólks að sundlegum og svoleiðis en svo það ákveðin hópur, kannski lítill hópur sem að hefur komið þá kröfu að mega bara hreinlega fara í klefana með sínu kyni þá það þá önnur umræða, þannig að við erum sérst að skoða já, ég skil, auðvitað einmitt, ég veit hvað málum að tala einmitt, þannig að við erum svolítið að skoða það sko, hvernig það einmitt og ég held samt líka, þú veist, svona hlutir auðvitað, sko, ég skil alveg sjóna með borgarnar einhverju leiti, þú veist að ef að fólk hefur einhvern veginn ekki ákveður að fara ekki til dæmis í einhverjar svona, þú veist, einhverjar aðgerðir eða einhvers konar gerir eitthvað til þess að líta meira út eins og fólk býst við að til dæmis kall líti út eða svo leiðis. Já, akkurat. En afstæða borgarna í rauninni ekki alveg skýr hér sko, vegna þess að við erum að skoða þetta og við erum í rauninni búin að... það sem ég á við sko að ég skil að þetta erfitt eða skilur að þetta flókimál. Þetta flókimál, já. Líka vegna þess að, þú veist, það þarf auðvitað að taka til ýmissa sjónarmiða þar. Já, akkurat. En ég held að sko líka bara síðan með aukin fræðslu. Þú veist, allstæðir í samfélaginu að þá sé, þú veist, þá getur þetta orðið þannig að sé bara ekkert flókið. Já, þetta sé ekki flókið og að ég veit ekki hvernig væri en þú veist, allavega þú veist, að fólk sem að einhvern veginn svona skjönar pínu þessi viðmið að það verði ekki eins mikið svona tiltökumál að ef að þú sérði eitthvað sem lætur lítið fyrir sér fara sem að, þú veist, þarna í klefunum eitthvað að þú veist, að þú hugsir ekki strax býtu, heyrðu, það kall í kvennaklefunum heldur sé þín fyrsta hugsun þetta er líklega transmanneskja, þú veist, fattur hvað við það er svona, það er ákveðin svona hugafærsbreyting sem ég held að geta orðið og muni verða, svona meðvitu það er til fólk sem er ekki akkurat, passar ekki akkurat í kassana sem við höfum búið til og það er einhverjir sem að hafa algjörlega verið að fara bara í sagt, þá klefa með sínu kynni og það hefur verið allt í lagi sko, en svo ég held að yfirleitt gangi það bara vel og það pælti samt líka í hugrekjum sem að þarf sko til akkurat, og þegar þú ert svolítið að setja því ákveðna aðstöðu þar sem þú getur orðið fyrir mjög aðgasti og óþægindi jafnvel að þegar fólk er hreinlega bregður, það er kannski ekki að einhverjum illindum en það er bara ekki vant þessu sko þannig að þetta er svo áhugavert vegna þess að við erum einmitt að bíða eftir við viljum bara vita við sem sé hjá borginni hvert okkar rými er til þess að leyfa þetta eða búa til reglur akkurat þetta vegna þess að við þurfum alltaf að hafa lagastoð fyrir tengslu við allt sem við gerum þannig að við sendum einmitt fyrirspurn þetta og það er ekki ennþá komið svar þrátt fyrir ítrekkaða beiðni af því þetta og það er þá eitthvað út frá ákveðnum, þú veist, reglugerðum og hvernig maður á að túlka allt þetta sko Svo getur verið að það að nýja frumvarpið kynrænt sjálfræði kannski hjálpa eitthvað til. Já, íta eftir þessu, það getur verið sko. Og það hefur mitt verið og þegar fólk fólk getur verið með skilríki á þess að fara í kynleiðréttingarferli og ég er að segja það, af því að það er eitt sjónarmið þar að það er svolítið, þú veist, ef það er þannig að þú átt að geta nota þinn klefa eða hvað það er eða bara, þú veist þegar, þú veist, transkona og getur farið í kvennaklefana ef krafan er svo að átt að vera búin að fara í kynleiðréttingarferli og skurðaðgerð þá erum við í sjálfu sér að krefjast þess að fólk eða þú veist, ég er ekki alveg vissum að það sé algjörlega, þú veist, endanlegt en það er kannski hægt að snúða tilbaka með einhverjum hætti en þá erum við sjálfu sér samt að krefjast þess að fólk fórni frjósemi sinni til þess að falla inn, þú veist, undir okkar stereotypu hvers kyns þetta sko. Já, sjálfsagt að einhverju leiti. Ég svona pínu ekki alveg á þú veist ég bara þekki ekki nægilega vel Nei, ég er svona, það er allavega þú veist, það eru allavega að krefast þess að fólk hreinlega sé að fara
í skurðagerð akkurat, til þess að uppfylla okkar staðla sko. Já, einmitt, og það, ég meina þetta margt transfólk sem velur að fara í skurðagerði algjörlega, og það er mjög mikilvægt val, ég er bara svona að meina það er mikilvægt að sé ekki krafa Nei, akkurat, ég ætlaði bara að fara að taka undir það með sko, að það er fullt af fólki sem að vill ekki, er bara ánægt í einn líkama en veit bara að kynvitund þess er önnur en svo sem að kannski líkaminn segir til akkurat. Þannig að þetta er virkilega áhugaverð umræða. Já, nefnilega, því þetta er svona hansi flókið í sjálf sér. Og svo bara, þú veist, þetta er kannski aðalmálið í þessu er að hlusta á transfólk sjálft. Mér finnst svona pínu oft erfitt eða ekki erfitt og þetta er það kannski líka mitt hlutverk samt sem formaði samtakana 78 að tala fyrir málefnum trans og intersex fólks og hópa sem ég tilheyri ekki sjálf. En þannig að mér langar bara að árétta þú veist, það skiptir rosalega miklu máli að við hlustum alltaf á þá hópa sem rætt og tölum ekki einhvern veginn yfir fólk sko. Hlusta á hópana. Þetta tengir svolítið svona umræði sem er mikilvæg allri jafnréttisbaráttu, þú veist, sama hvað það sem við erum að berast fyrir við þurfum að vera svolítið meðvituð okkar hlutverk sem erum í réttindabaráttu fyrir hópar sem við kannski sko einhver lítið tilheyrum ekki eða tilheyrum að hluta til eða hvað það er, þú veist, alveg eins og bara með feminisman þegar feminismin hefur snúist mest bara kvenréttindi og þannig er þetta búin að þróast mikið og snýst allavega í mínum huga tækifæri og réttindi allra kynja til þess að bara lifa sínu lífi og komast áfram og hafa tækifæri og möguleika, sömu tækifæri og möguleika. En að það er þetta með, þú veist að feminismi var auðvitað svolítið gagnrýndur fyrir að vera rosalega hvítur, millistætta feminismi, ekki taka inn þessa manta samtvinnun. Já, einmitt og fleiri sjónarmið og bara þannig að þetta sé ekki þannig að sé einhver ákveðin svona forréttindahópur inn í þessum hóp sem að leifir sér að tala fyrir alla og þykir sterkja til alls. Það er þetta ekkert okkur án okkar, veist, það áeiginlega við bara nánast alltaf. Já, akkurat. Þannig að ótrúlega mikilvægt prinsip í allri réttindabaráttu. Já, alveg 100%. Að sé haft samráð, að sé einhvern veginn svona líðræði að störfum og af því að pólitíkusarnir vita ekki alltaf best en er einhvern veginn í stöðu til þess að hleypa að mismunandi röddum og einmitt leyfa þessum röddum að móta samfélagið. Þú veist, það þarf einhver að vera þessi svona facilitator. Já, svona milliliður. Án þess einhvern veginn að þykjast tekja allt best. Ótrúlega mikilvægt prinsip. Já, nei, það er það samt, þú veist, að bara að hlusta og, þú veist, og gera svo gera eins og fólk segir. Gera eins og fólk segir. Gera eins og mamma segir Jens. Já. Ekki alltaf. Nei. Oftast ekki. Nei, heyrðu, já, ég bara er búin að hafa mjög gaman af þessari umræðu hér í dag og mjög gaman að fá þig hingað og ræða sérstaklega og fá að vita eins meira með þetta frumvarp og allt sem er í gangi. Þetta er svo spennandi verkefni sem þú hefur fyrir fram að þig. Þetta er svo skemmtilegt sko. Og bara áhugavert og það er bara svo margt líka sem er hægt að gera. Það sem okkur vantar auðvitað alltaf er bara meiri peningur. Eins og til dæmis með félagsmiðstöðina. Við langum bara að nýta tækifærið. Það er ein opnun á viku hjá okkur. Þetta er sérst hins einn félagsmiðstöð. Regín, þú þekkir þetta. Ég þekki þetta. Já, mjög vel vantilega. Með í samstarfi við Tjörnina. Ein opnun á viku. Og það er alltaf pakkað. Akkurat, ég heyri einmitt að þetta sé rosa flott en er ekki líka dálítið þetta með að er þetta ekki eina svona félagsmiðstöðin á höfuðborgarsvæðinu? Alveg klárlega, jú. Og er ekki ástæða til einhvern veginn að tengja það líka betur? Jú, sko, ég allan að sé fyrir mjög þætti mjög eðlilegt til dæmis að nágrannasveitarfélögin taki þátt í þessu vegna þess að, þú veist, það er alveg ljóst að krakkar held ég bara alls staðar af höfuðborgarsvæðinu sækja þessa miðstöð og jafnvel utan á landi. En við þurfum að fjölga opnunum vegna þess að við höfum leyfi fyrir 60 manns og það er alltaf bara, þú veist, alveg við. Já, bara við grensuna hana. Já, bara húsið okkar er tróðfyllt af úlingum. Það er samt mjög ákvæmt. Það er svo frábært, sko, og það er svo erfitt samt líka, þú veist, man langar svo mikið, svo erum við að hugsa bara, ok, við bætum við hérna annar opnun, verður það bara annað eins. Akkurat, já, við þurfum að skoða þetta. Við þurfum að bæta úr þessu. Já, við þurfum að gera það og en hvernig líst þér svona á þetta? Hvernig líður þér? Mér líður vel.
Mér finnst pínu skrítið að vera svona næst svona hálf opinber persóna, þú veist, ég veit alveg, ég kannski ekkert orðin það, en það samt svona, þetta er pínu öðruvísi. Það er mjög nýtt, það er skrítið. En það er alveg, já, akkurat. Það er mjög skrítið. Ekkert langt sem þú kannski gerst í gegnum svipað. Nei, maður bara Guð minn góður, akkur er fólk að sprósa svona til mín eins og það ekki vita, ég veit ekki. Já, þannig að það er svona, það er viðbrigði fyrir mig persónulega, sko. En þetta er bara gaman. Það venst svona eitthvað alltaf. Já, ok, það er gott að vita. En þetta, þú veist, og það er auðvitað að vinna fyrir samtökin 78, þú veist, þessi samtök eru náttúrulega bara eiga svo magna sögu. Það eru ógeðslega mikið af flottu fólki sem hefur unnið fyrir þessi samtök og sem að, hefur gert þau að þessum samtökum sem það eru í dag. Og bara, þú veist, Mari Helga sem ég er að taka við af. Er náttúrulega rockstjarna, sko. Algjör. Skilur eftir sig bara, fáránlega gott félag. Já. Þannig að ég er nú verið tek við á algjörum luxustíma. Þú gerir það að mörgu leyti og þetta er svona stökkpallur í ennþá meira. En nú þarf ég bara, ég þarf bara halda vel spöðunum og gera þetta, reyna að láta okkur stækka svolítið og vel og á ábyrgan átt og svona. Já. Við ætlum okkur alltaf meira. Glæslegt. Við látum þetta vera loka orðin í þessu podcasti. Pírapinn, bara takk æðislega fyrir að koma. Þorbjörg, formaður Samtakanna 78. Ég þakka fyrir mig, Dóra Björt, oddviti Pírata í Reykjavík. Skál og gleðileg jól.